Akureyri og Ísafirði. Komið sæl. Það verða talsverðar frosthörkur síðastliðinn sólarhring og við sjáum hér á svona lággildi dagsins. Það var mesta frostið á Þingvöllum síðastliðna nótt og þar hiti hækkað umtalsvert í dag. En einnig máttu sjá 23 stiga frost tæplega þó við Mývatn og rauninni víða var frost innsettum þetta á bilinu 15 til 20 stig. Hiti náði þó á nokkur stöðum að koma sér vel yfir núllið og hæst fór hann í 3 stig við hinn allar síðst á landinu. Og það eru svona ákveðnar breytingar í farvatninu getum við sagt því að við sjáum hér að klukkan 18 í dag vorum við með svona hæðaranga yfir landinu. En lægðirnar fara nú svona að sækja að okkur og ljósta svona næstu dagar og ég vel fyrir mig næstu viku og þá verður öllu meiri svona sveifla hvað var að hitafarið og við fáum síðan hlýraloft inn til okkar og það við búið að það muni hlána á öllu láglendi nú á næstu dögum og jafnvel snjó að taka upp að miklu leyti. En við sjáum að þetta hlýjaloft nú enn sem komið hér töluvert langt suður í hafi en þegar lægðina fara svona að gerjast hér suðvestur af landinu að þá tekur þetta loft á rás hér til norðurs og nálgast landið hægt og bítandi og við sjáum að klukkan 19 og það var nú ennþá bjartviður víða norðan og austan til á landinu svona heldur fara að draga fyrir hér allra á suðvestur og vesturlandi og komni bakkar inn í þetta sem að fyrstu sinn verða þá í formi élja og seinna meir þá svona fjölgar þessum bökkum og við verðum meira að minna svona í skúra eða éljaleiðingum á morgun og þó sérstaklega hér á vesturhelmingi landsins. Áfram verðum svona sæmilega bjart allan á köflum norðan og austanlands. Við sjáum að á hitatölum klukkan 18 á morgun að hitatölur hér að vestan til á landinu verða komnar vel yfir núllið. Þetta 4-5 stig sennilega það sem best lætur. Bláar tölur þegar austadreigur á landinu en þó minna frost heldur en verið hefur að undanförnu. Og síðan svona meiri svona samfelldar úrkoma sem ætlar að koma þá inn á vestanvert landið. Svona þegar líður á þetta en þetta nú óttalega svona veiklulegur bakki og slitróttur og en mun sjálfsagt skil okkur úrkomun okkur víða hér á vesturhelmingi landsins og sennilega þá rigningu á láglendi. Þannig að þetta verður staðan þá klukkan 14 á laugardaginn og við sjáum þá að hitatölur almennt séð á láglendi komnar vel yfir núllið en sjálfsagt svona nærið að vera í kringu núllið þá inn til landsins. Og svo ætlar að verða svona öllu meiri atgangur í þessu þegar við komum fram á sunnudaginn, aðfaranótt sunnudags, það nálgast lægð landið og skilin koma hér inn aðfaranótt sunnudags, ekki alveg jafn ljót þessi spá eins og hún var ekki það sem voru að gera ráð fyrir að snemma á sunnudegi þá yrði stormur jafnvel víða á undan skilunum eða svona heldur búið að draga úr þeirri spá. Við sjáum að þeirra komið fram á hádegi á sunnudaginn þá var nú veður orðið öllu rólegra og úrkoma í litlu magni. Þannig að hitatölur áfram rauninu komnar þetta í 3 til 8-9 stig og svo eftir helgi þá á mánudaginn þá ætlar næsta leið að koma inn og má þá rekna með úrkomu bæði sunnan og vestan til á landinu. Þannig að það svona að sjá að það verði nú svona nokkuð það verður öllu hlýra hjá okkur þá næstu dag og jafnvel alla næstu viku en eða einhver úrkoma þó á ferð sérstaklega sunnan og vestan til á landinu. En ef vindum okkur aðeins út í heim þá og við sjáum að það lægðir svona aðtafna sig hér í austurhlutanum og hitatölur svona frá því að vera rétt undir frostmarki og í þetta 4-5 stig því eðlilega úrkoman kannski svona víða að falla sem slitta eða snjókoma eða jafnvel og þegar komið síðan hér niður á Balkanskan þá sjáum við að það eru skúralengar eða rigning þar nokkuð víða og snjókoma í innhéruðum og ekkert sérstök spá sérstaklega fyrir Portugal á morgun þar þetta 16 til 18 stigi hiti
og mun rigna á köflum með bjartara hér úti við austurströnd Spánar. En sér það gott að vera í bili, verið sæl.